Þá komið síðasta lið á dagskrá, skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóra Ásthildur Sturludóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, skýrsla bæjarstjóra verður að þessu sinni mjög stutt því að ég tók mér leyfi í síðustu viku og þar á undan nutum við páskafrísins hér í einmuna blíðu. En af því tilefni þá langar mig hins vegar að nota tækifæri, bara af þessu tilefni, þá langar mig að nota tækifæri að nefna hversu gaman það er. Og já, gaman að sjá bæinn okkar fyllast af ferðafólki eins og var hérna páskana og núna upp á síðkastið í kringum Andrésar andaleikana og þar sem gestirnir nutu þess að fara í fjallið í bara ótrúlega góðum aðstæðum, á söfnin okkar, á tónleika og borða góðan mat á öllum góðu veitingastöðunum okkar. Og við getum svo sannarlega sagt að Akureyri sé áhugaverður áfangastaður heim að sækja. Og ég held að við getum öll verið stolt af bænum okkar. Nú það var gleðilegt að taka þátt í vorkomu Akureyrarbæjar sem fóru fram venju samkvæmt á sumardaginn 1. Og ég vil líka nota tækifærið hér og óska aftur öllu því góða fólki sem þar fékk viðurkenningu til hamingju og þakka þeim fyrir þeirra mikilvæga framlag sem þau hafa lagt til menningar og mannréttindamála í gegnum tíðina í bænum okkar. Unga listafólki sem á fullri ferð í sinni sköpun, þeim óska ég líka til hamingju og hvet þau til dáða og hlakka virkilega til að fylgjast með verkum þeirra í framtíðinni. Nú síðustu vikunar hefur verið fundað meðal annars smáhýsi sem núna í auglýsingu vegna 2 mögulegra staðsetninga og þá hefur einnig verið fundað Blöndulínu með Landsneti og fleiri sveitarfélögum, þannig að þetta svona venju samkvæmt. Og í gær þá átti ég gott samtal við kollega minn í Norðurþingi fjölmörg mál og meðal annars að þau að hugsa að taka þátt í Arctic Mayors Forum og svona önnur sameiginleg verkefni. Og í morgun þá tók ég á móti flottum leikskólakrökkum frá leikskólanum í Iðavelli og rétt áðan þá flutti ég opnar ávarpi á ráðstefnu í Hofi á vegum Eims. Það sem umræðuefnið er orkuskipti á eyjum og í dreifðum byggðum. Það er sannarlega málefni sem við Íslendingar getum nýtt okkur og leita lausna við. Það var gaman að sjá að þarna var fólk frá öllum löndum og hér í Evrópu og margir sem tóku þátt. En þetta vera lokaorðin og þakka fyrir mig. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtaldar fundagerðir lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 25. og 30. apríl. Bæjarráð 16. og 30. apríl, fræðslu- og lýðheilsuráð 9. og 16. apríl, skipulagsráð 30. apríl og umhverfis- og mannvirkjaráð 15. apríl, velferðarráð 9. og 23. apríl og þessar fundagerðir má allar finna á heimasíðu bæjarins. Þá slít ég fundi 10 mínútur yfir 4. Takk fyrir góðan fund.